Nú ætlum við aðeins að skoða fyrsta kaflan í bókinni Náttúrulega 3, en hann heitir Fjölbreytt fána. Fjölbreytt náttúrulega eitthvað sem til mikið af eða margt ólíkt, en fána hvaða dýrategundir eru til. Hvaða dýrategundir lifa til dæmis á Íslandi, það fána Íslands. Þannig að fjölbreytt fána þýðir að það til mikið af alls konar dýrum eins og þið sjáuð hér. Hvernig flokkum við lífverur? Við notum ákveðið kerfi sem að raðar lífverum í hópa eftir einhverjum sameiginlegum einkennum. Til dæmis hvernig þekkjum við sundur hund og kött. Hundar hafa ákveðin einkenni, kettir hafa ákveðin einkenni, sum þeirra eru sameiginleg, en þeir eru bæði dýrin spendýr, báðir hóparnir eru rándýr. En hundar til dæmis eru félagsdýr, og meðan kettir eru yfirleitt meira einfarar. Og það ákveðin útlitseinkenni og svo framvegis. Þannig að þegar við flokkum dýr þá það alltaf út frá einhverjum ákveðnum einkennum. Og við getum flokkað lífverur svona gróflega eða farið niður í mikil smáatriði og það alls konar þrep í þessu. Við erum að horfa á þetta frekar einfalt hér. Við flokkum lífverur í ríki. Eitt þeirra dýraríkið, svo plönturíki, svepparíki, frumveruríki og bakteríuríki, eða ríki drefkjörnunga. Sumir vilja skipta drefkjörnungaríki og frumveruríki í fleiri ríki. Það svona bara fyrir líffræðinga að velta fyrir sér. En hvað gerir það að verkum að dýr í dýraríkinu eða lífvera í dýraríkinu? Jú, til þess að vera í dýraríkinu þarf lífvera að vera fjölfruma úr mörgum frumum. Því að lífverurnar í bakteríuríkinu og frumveruríkinu eru einfruma. Dýr eru líka ófrumbjarga, þau þurfa að borða aðrar lífverur eða afurðir annarra lífvera til þess að fá næringu, til þess að fá orku. Plöntur eru til dæmis frumbjarga, geta búið til sín eigin fæðu sjálfar. Dýr eru með meltingarkerfi til þess að brjóta niður fæðuna sem þau borða svo frumurnar í líkamannum geti nýta. Sumar lífverur sum dýr eru með mjög einfalt meltingarkerfi og meðan aðrar eru með flókið. Við skiptum dýrum oft upp í hryggdýr og hryggleysingja. Hryggdýr, eins og við, eru með innri stoðgrind, hrygg, sem hjálpar til við að halda lífverunni uppi og ver hjá okkur mænuna. Það að segja, mænan innan í hryggnum. Hryggleysingjar eru ýmist með ytri stoðgrind, einhvers konar skel, eins og til dæmis krabbar eða skordýr eða eitthvað þess áttar, eða alls enga stoðgrind, eins og til dæmis marglyttur. Það hafa enga stoðgrind. Þannig að við skiptum dýrum í þessa 2 hópa. Hryggleysingjarnir skiptast í mjög marga hópa. Við ætlum að skoða nokkra þeirra, ekki alla. En hryggleysingjar eru af alls konar stærðum og gerðum. Flestir hryggleysingar sem við þekkjum eru svona smádýrin í kringum okkur. En þeir eru ekkert allir litlir. Sumir finnast á landi, aðrir í vatni eða sjó. Og við náttúrulega sjáum meira af þeim sem eru á landi. Sumir lifa bara í jarðveginum og við sjáum ekki oft. En einföldustu hryggleysingjarnir eru svampar. Og það kemur sumum á óvart að svampar séu í fyrsta lagi lifandi og í öðru lagi þeir séu dýr. En þeir uppfylla skilyrðin að vera fjölfruma og vera með meltingarkerfi. Að vísu óbáslega einfalt meltingarkerfi og svampar eru með minni sérhæfingu frumna en aðra lífverur, þar að segja þeir eru með færri tegundir af frumum, en þeir taka inn í sig sjó og eru með frumur sem eru með lítil bifár sem grípa litlar agnir úr sjónum sem eru mjög litlar lífverur sem að svamparnir borða og eru svo með einfalt meltingarkerfi þar sem þeir brjóta þetta niður. Þannig að þeir sía þannig að séð sjóinn. Það eitt sem líka sérstakt við svampana sem dýr að þeir eru óreglulegir í laginu. Margir hafa svona nokkurn veginn eitthvað útlit en það breytilegra heldur en í öðrum dýrum. Önnur dýr eru ýmist tvíhliða sig eins og við, hægri og vinstri hlið sem í meginandriðum eins eða þá geislótt sem við skoðum aðeins á eftir. Holdýr eru dýr sem eru almennt til dæmis geislótt því að við skiptum þeim ekki hægri og vinstri hlið heldur í svona parta. Eins og marglytta við getum skipt henni í 4 parta og hver partur í meginandriðum
eins eða mjög svipaður. Þetta eru marglyttur, þetta eru líka kóraldýr, eins og þið sjáuð hér, og svo hveljur eða holsepar sem við sjáuð hér. Holdýr fara í gegnum ákveðinni lífsferil, skríða úr einhvers konar eggjum og mynda oft holsepa fyrst sem getur hreyft sig og sumir festast bara þannig eins og holdýrin eða holseparnir, en sumir breytast svo yfir í hvelju og hveljan eiginlega holsepin á hvolfi. Því að ef að eins og hjá holdýrum eða holsepum þá þetta svona, þeir eru fastir hérna og kragarnir hér, eða syndum svona eins og marglytta. Síðan erum við með orma og ormar eru mjög fjölbreyttur hópur lífvera. Við erum með skiptum upp í nokkra hópa, til dæmis flatorma sem eru oft sníkjudýr, eiga til dæmis dæmi að vera í meltingarkerfum spendýra. Þá verpa þeir eggjum sem er út með saur eða kúk og koma svo upp í dýrin aftur, til dæmis hjá hundum. Þegar hundarnir annarkvort að borða hreinlega kúk eða sleikja eitthvað svæði þar sem eggin eru og þannig komast eggin onni aftur. Sullaveikis-ormur ormur sem átti til að herja á fólk en allavega á Íslandi ekki mjög algengur, ekki lengur. Ranaormar eru skrýtnir ormar sem lifa í sjó og í ferskvatni. Sjáum þá mjög sjaldan. En þeir borða í krabbadýr og burstaorma, geta orðið mjög stórir. En þeir eru með hálfgerðan rana sem þeir skjóta út til þess að grípa bráð. En flestir þeir eru náttúrulega mjög litlir. Síðan erum við með þráðorma. Þráðormar lifa í jarðvegi og eru sundröndur, meðan aðrir eru sníkjudýr. Það eru til ormar sem herja á fólk, eins og til dæmis njálgur. En þegar við sjáum hræ eða eitthvað sem allt í ormum, þá eru þetta mest þráðormar. Og þeir eru, þessir ormar sem að borða hræ eru skaðlausir, en þeir sem eru sníkjudýr geta verið ansi leiðilegir. Liðormar hafa liðskiptan líkama eins og til dæmis ánamaðkar og skerar. Það eru ormar sem lifa í fjörunum hjá okkur. Risaskeri svona ormur sem getur verið svona stór eða jafnvel stærri. Sjáum það ekki oft svona stóra og sjáum það yfir höfuð ekkert mjög oft. En liðormar eru með svona flóknasta meltingakerfið af þessum ormum og getur orðið svona fyrirferðarmesti nema kannski ranaormarnir sem við töluðum áðan.